Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Grófin geðverndarmiðstöð hugsjón hóps notenda geðheilbrigðisþjónustunnar, aðstandenda þeirra og fagfólks sem starfað hefur í geðheilbrigðisþjónustunni. Aðalfyrirmyndin hugarafl í Reykjavík og unnið út frá hugmyndafræði valdeflingar þar sem áherslan á að einstaklingurinn taki ábyrgð á eigin bata og að öll vinna fari fram á jafningjagrunni. Þetta staðar fyrir fólk með geðraskanir og það samt ekki skilyrði að vera með geðröskun. Þetta líka staðar fyrir fólk sem svona félagslega einangrað. Þannig að þetta við köllum okkur stundum batasamfélag. Þannig að þetta staðar sem fólk getur komið og komist í virkni, komist í verkefni, fengið hlutverk og byggt upp daglega rútínu. Þannig það svona eitt af því sem við gerum. Og hvað það sem fer fram í hverju viku? Við erum að vinna í til dæmis hópum. Það alltaf 1:30, alla daga einhver hópur í gangi. Við erum með valdeflingu, við erum með batahóp, við erum með umhyggjuhóp og þarna tekur fólk þátt. Við sitjum yfirleitt við hringborð og það svona farin hringurinn. Við erum með eitthvað umræðuefni og þetta ósköp einfalt format í rauninni. Grófin hefur verið starfandi síðan haustið 2013 og þau segja aðsóknina hafa aukist jafnt og þétt. Þörfin hefur alltaf verið til staðar. Við fórum kannski af stað vegna þess að væri gat eftir að geðdeildarinn hefði lokað. En auðvitað bara þörfin bara stöðug. Það koma svona 20-30 manns á dag, gæti verið 60 einstaklingar og það bara búið að vera jafn stígandi frá því við byrjuðum. Númer 1, 2, 3 þetta staðar fyrir fólk sem að glíma við geðraskanir eða félagslega einangraða. Þannig þeir geti komist úr sinni einangrun og búið sér til virkni og rútínu, kannski eins og ég sagði áður. Þannig það kannski númer 1. En svo erum við með 2 önnur markmið og það í öðru lagi bara að fræða geðraskanir og geðrarmál og uppræta fordóma. Og svo bara í 3. lagi að vera vettvangur fyrir alla sem hafa áhuga á geðheilbrigðismálum. Þannig við viljum bara opna og lyfta umræðinni og þannig að geðheilbrigðismál sé ekki tabú og þetta bara sé hægt að tala þetta á frjálslegan hátt. Þetta aðalmarkmið okkar. Hversu miklu máli skiptir þeim þetta að fræða og að umræðan sé opin og frjálslega eins og þú segir? Skiptir mjög miklu máli og ég held að oft þegar við erum að glíma við geðraskanir þá eru upplýsingar það sem okkur vantar. Okkur vantar að vita hvað eðlilegt og hverju má maður búast við. Og hérna erum við svolítið að hittast fólk með þessa reynslu og vinnum með fagfólki líka. Þannig að við erum að leggja svolítið að jöfnu þessa lifuðu reynslu og svo eftir fagþekkingu og það bara sýnt að þetta skilar árangri. Við vitum að lyf þau skila ákveðnum árangri en án þess að vera með þjálfun eða viðtalsmeðferðir að þá erum við svolítið föst í sömu spórunum. Nýlega fékk Grófin styrk til þess að bjóða upp á fræðslukvöld. Hvað það sem hvað á dagskráni og fræðslukvöldunum hérna framöndan? Við vorum svo heppin að fá styrk frá Norðurorku sem ætlar að styrkja þetta verkefni og við sjáum fyrir okkur að halda 4 fræðslukvöld og 1 enn búið, það var síðasta 50. Og það var þá fengum við Pétur Mokk sem yfirsálfræðingur á HSN og hann kom bara og fræddi okkur aðeins sálfræðiþjónustuna sem í boði þar. Því þar bara mjög spennandi tímar hjá þeim núna og mikil efling í gangi. Og svo kom hann líka Eymundur Eymundsson sem okkar maður með mikla reynslu og hann bæði félagsliði og ráðgjafi menntaður og hefur mikið farið út í skólana og sagt sína sögu og frætt félagsfælni sérstaklega. Þannig hann kom og sagði sína sögu og tvinnaði sérstaklega inn í sálfræðiþjónustu og bara þau úrræði sem hann hefur nýtt sér. Þannig þetta var fyrsta kvöldið. Svo verður annað kvöldið núna í vor og þá erum við að stefna á að fjalla geðhvarfasýki. Það var verið innanhús eftirspurn eftir því, þó að náttúrulega fræðslukvöldin verði opin og fyrir almenning.
þá stefnum við að fá sem sagt einn fagmann og svo eina manneskju með reynslu til að tala geðhvarfasýki núna í svona apríl. Svo verða seinni kvöldin í haust og þar erum við bara opin fyrir tillögum. Við erum ekki búin að negla það niður hvað það verður. Þannig að það kemur ýmislegt til greina þar. Nú hafið þið verið viðloðandi starfi hérna í þó nokkur ár. Hver er ykkar reynsla af þessu? Hvernig hefur þetta verið að taka þátt í starfi Grófarinnar? Þetta hefur breytt alveg rosalega miklu fyrir mig. Ég búin að vera að glíma við geðraskanir mjög lengi. Raunar 30 ár Og síðustu 10 ár er búið að vera svona blómatími hjá mér. Og það miklu auðveldara einhvern veginn að ná árangri þegar maður hefur gott umhverfi. Það bara segir sig sjálft. Þetta umhverfi sem við höfum skapað með Grófinni. Ég kem daglega frá 10 til 4 svona flesta daga og það bara rosalega gott að geta komist út af heimilinu, geta komist í svona umhverfi og í dag þá svona, það líkur við að ég geta sagt að ég sé ekki með geðröskun lengur. En ég þarf að passa mig rosalega vel því að annars kemur þetta aftur. Þannig að ég nýti mér þetta miklum krafti af því að það virkar. Og ég veit að þetta virkar fyrir mig og miklu fleiri hérna. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.